Jæja, góða kvöldið og velkomin aftur í Akraneshöll á IA TV í samstarfi við Omnis og Akranesi. Seinni leikur dagsins, Kári Víðir í annarri deild karla. Annar deild karla þannig akkurat núna að Káramenn sitja í 3. sæti með 18 stig, líkt og Þróttur Vogum sem eru með betri markatölu, en Afturelding situr vel fyrir ofan með 23 stig í 1. sæti. Hitt-liðið hér í dag, Víðir, í 10. sæti með 6 stig, 2 stigum fyrir ofan Tindastól og 3 á eftir Austfirðingum í Leikni og Hetti. Við sjáum við markaðistu menn í deildinni. Þar eiga Káramenn fulltrúa. Það að sjálfsögðu Páll Sindri Einarsson. En þessi lið hafa nú mæst nokkur sinnum áður og ég var að fara yfir síðustu 5 leiki sem þessi lið hafa spilað gegn hvort öðru. Það eru hvorki meira en minna en 23 mörk sem hafa verið skoruð í síðustu 5 viðureignum þessara liða, þannig að ef að það gefur einhverja vísbendingar það sem að framundan þá eigum við von á hressilegum leik hérna í kvöld. En Káramenn með frábæran sigur í síðasta heimaleik gegn Völsungi og við tókum okkur til og klipptum saman mörkin úr þeim leik. Ég ætla að leyfa ykkur að njóta. Guðlaugur fær hann inn á miðunni. Sindri með langan bolta átt að Eggert Kára sem ekki rangstæður. Þetta hlýtur að vera vítaspyrna og reyndar skorar Gylfi Brynjar, en hafa búið að flauta vítaspyrna alveg klárt. Gat ekki betur séð en að honum var haldið hérna. Páll Sindri getur komið Káramönnum hérna yfir strax í byrjun, sem hann gerir í mitt markið. Páll Sindri bætir við markareikningin sinn, þá hann komin upp í 6 mörk í deildinni. Óska byrjun fyrir Káramenn. En hér kemur Páll Sindri með hotspyrnuna. Sindri nær að vinna skallan. Gylfi með skoti og þetta er í markið. Gylfi Brynjar Stefánsson kemur Káramönnum í 2-0 á 57. mínútu. Þessi inn á fjarstöngina og það inn á skallanum það Arnar Freyr Sigursson, sýnist mér. Lán og 1 Völsungurinn hérna í tegnum. Ólafur finnur Nikló. Þá Bjarki komin í boltan. Bergur yfir til hægri á Ásgeir. Ásgeir yfir á fjarstöngina og það Bjarki, maður leiksins, Völsungsmegin, ekki spurning, skorar hér og kórunar góðan leik, minkamunni 3-1. Káramönnum hérna undir lokin. Þór skallar frá. Arþór reynir að koma aftur fyrir. Sverrir hreinsar þetta frá. Páll Sindri framlengir hann á Hákon sem hann að vinna boltan. Helgi og Andri á fleygjuferð. Andri kominn hérna inn á teginn, leggur hann til hliðar á Helga sem að leggur hann í netið. 4-1, innsigla hér sigurinn, 3 stig heim. Helgi Jónsson. Völsungarnir voru komnir ansi margir fram. Þetta mark á 92. mínútu. Ásgeir með frábært mark. Þetta ekki búið, gott fólk. Á 92. mínútu líka markahæsti maður Völsunga upp úr þurru og það má heyra Sömnald þetta þegar hann skora markið.
Tví og milli stjarna, veit að þú þarna. Þú horfir á mig, vilt ég gæti séð þig. Gæti séð þig, vilt ég gæti séð þig. Vilt í friði. Einar Darri, 18 ára hamingjusamur drengur í blóma lífsins, lést af völdum lyfjaeitrunar þann 25. maí síðastliðinn. Eftir dauðsfall Einars Darra standa vinir og fjölskylda, hundruðir kvenna og karla með nístandi sorg í hjartanu. Ég missti uppeldisbróður minn. Ég missti besta vin 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 minn. Ég missti frænda minn. Ég missti bróður minn. Ég missti systurson minn. Ég missti frænda minn. Ég missti besta vin minn. Ég missti bróður minn. Ég saknaði Einar. Ég missti barnbarnið mitt. Ég missti litla bróður minn. Ég missti son minn. Ég missti barnið mitt. Frændi minn er dáinn og ég sakna hans svo mikið. Við öll mistum Einar Darra og fullt af fleiru fólki. Einar Darri ekki sá eini sem látist hefur vegna misnotkunar á lyfjum á þessu ári. Þvert á móti má rekja tugi dauðsfalla til lyfjamisnotkunar á hverju ári. Dauðsfalla sem snerta líf þúsunda og skilja eftir í sárum. Hugsum okkur tvisvar áður við förum að fikta við lyf eða önnur fíkniefni. Ég á bara eitt líf og þú líka. Jæja, þá getum við leyft okkur að koma í loftið aftur með hljóðið. Við vorum að gera með skráifu með tónlistina. En það er svona misjafnt gengið hjá þessum liðum. Úr síðustu 5 leikjum hafa Káramenn náð í 9 stig. Á meðan að Víðismenn hafa náð í 2 úr síðustu 5 leikjum. Hjá sér síðustu umferð töpuðu Víðismenn 4-2 fyrir Gróttu útivelli. Gerðu jafntefli við Huginn frá Seyðisfirði í umferðinni þar á undan. Þar á undan töpuðu þeir nágrannaslagnum við Þrótt í Vogum 2-1. Á heimavelli töpuðu síðan fyrir Fjarðabyggð þar á undan 1-0 og gerðu jafntefli við Vestra 0-0 á heimavelli þar á undan. Á meðan að Káramenn
eftir 5 leikja sigurgöngu, 5 sigurhrinu eftir slæmt tap í fyrstu umferð. Þá komu 5 sigrar í röð en síðan 2 stór töp fyrir Aftureldingu og Hetti, en þeir réttu sig við í síðasta leik eins og ég sýndi ykkur áðan með 4-2 sigri á Völsungi og vonum allavega við Skagamenn að það sá viðsnúningur haldi áfram hér í kvöld. Góðir gestir, seinni hlutin af mögnu miðvikudegi á IA-TV framundan. Liðin eru þannig skipuð í kvöld af Káramenn. Hjá Káramönnum er í markinu Gunnar Bragi Jónasson, nummer 1. Nummer 3 er Sverrir Mar Smárasson. Nummer 4 Sindri Snæfells Kristinsson. Nummer 5 Arnar Freyr Sigursson. Nummer 6 Hákon Ingi Einarsson. Númer 8 Páll Sindri Einarsson, númer 9 Guðlaugur Þór Brandsson fyrirliði, númer 14 Gylfi Brynjar Stefánsson, númer 17 Ragnar Már Lárusson, númer 18 Helgi Jónsson og númer 19 Eggert Kári Karlsson. Ég er nokkuð sannfærður að þetta sé sama byrjunarlið og hófleik gegn Völsungi í síðustu umferð. Á bekknum eru þeir Þór Lorentz Þórðarsson nummer 2, nummer 7 Andri Júliusson, 11 Kristoffer Daði Garðarsson, nummer 15 Brynjar Snær Pálsson, nummer 20 Benedikt Valur Árnason, nummer 22 Marino Hilmar Áskjesson og nummer 12 varamarkmann Andri Þór Þórunarsson. Hjá Víði er í markinu nummer 1 Brynjar Atli Bragason. Aðri leikmenn eru Tonsi Radovnikovic, fyrirliði nummer 4. Númer 6 er Eiður Snær Unnarsson, númer 9 Andri Gíslason, númer 10 Ari Steinn Guðmundsson, númer 13 Patrikur Örn Friðriksson, númer 15 Jón Tómas Rúnarsson, númer 17 Dejan Stamenkovic, númer 18 Nathan Ward, númer 20 Einar Þór Kjartansson og númer 21 Tómas Óskarsson. Varamenn hjá Víði í kvöld eru Róbert Örn Ólafsson nummer 5, nummer 14 Fannar Orri Sævarsson, nummer 16 Pavel Grudzinski, nummer 23 Brynjar Bergmann Björnsson, nummer 24 Einar Danielsson, 25 Sigurður Elíasson og nummer 12 varamarkmaðurinn Eyþór Guðjónsson. Þjálfari Káramanna er sem fyrr Lúðvík Gunnarsson og þjálfari Víðis er Guðjón Árni Antoníusson. Dómar í kvöld Gunnar Freyr Gunnar Freyr Róbertsson. Aðstoðar dómarar hjá honum eru Breki Sigursson og Oliver Tangtung Wu og eftirlitsmaður hjá KSÍ Þorsteinn Þorsteinsson. Og þá er búið að flauta þetta á og það er Káramenn sem byrja með boltan. Víðismenn pressa hérna stíft. Helgi missir boltan út af. Innkastið tekur Patrikur Örn. Kastar hérna fram á Andra Gíslason. Boltinn inn á teiginn. Arnar skalla frá, reynsar frá. Ragnar Már tekur hann niður, reynir að stinga inn á Gylfa Brynjar en tekst ekki. Einar Þór með boltan. Tómas reynir sendinguna fram á Guðlaugur, vinnur hann. Gylfi brotið á honum. Það var Radovnikovic, sýndist mér, sem að gerði það. Páll Sindri upp í hornið á Ragnar Má. Ragnar Má fær stuðning frá Arnari. Arnar nær fyrir gjöfinni. Eggert Kári var hann að nálægt boltanum en Víðismenn ná að hreinsetta frá. Hákon finnur Guðlaug. Guðlaugur inn á teiginn en þar er Brynjar Atli öruggur. Grípur þetta. Við hvetjum ykkur álandi góðu til að vera duglegir að taka þátt í
Við hvetjum ykkur ánandi góði til að vera duglega að taka þátt í, þetta nú gagnvirk útsending, þannig að endilega taka þátt í spjallþræðinum sem að fylgir myndbandinu og eins hvetjum ykkur líka til þess að deila slóðinni á þennan leik, að þessa útsendingu með vinum ykkar og kunningjum til þess að reyna að gefa fleirum tækifæri til þess að horfa á þetta. Einar Þór gerir hérna vel, kemur svo með háan bolta sem að Sverrir Mar skallar frá. Guðlaugur skiptir yfir í áttina Eggerti Kára. Patrikur nær hins vegar boltanum en Hákon vinnur hann tilbaka. Guðlaugur hittir ekki boltan. Dejan Stamenkovic í barðunni Pál Sindra sem hann að koma þessu út fyrir. Það Patrikur sem hann tekur innkastið. Hann rekinn tilbaka. Heiður Snær skiptir yfir á Radonikovic. Hann yfir á Tómas. Fín barátta í víðismönnum hérna. Ari Steinn á Einar Þór sem hann tekur skotið en það heiminn átt yfir fyrsta skotið. Víðismenn mæta ákveðin til leiks. Pressa hátt, þannig að þeir vilja sjá Gunnar Braga spyrna frá markinu sem hann gerir hér í áttina Gylfa Brynjari sem að nær að taka með sér. Stingur síðan hérna inn á Eggert Kára sem komin inn fyrir inn á vítateiginn, snýr kemur með hann fastan niðri með vinstri en nær ekki að skila sér á samherja. Hákon Páll Sindri með boltan inn á teiginn en Radonikovic hreinsaði þetta frá. Einar Þór kemur Ari Steinn, stingur upp í hornið á Nathan Ward en Sindri Snæfells með þetta alveg. Gunnar Bragi passa sig ekki, sparkar allt og hátt fram á við. En eitt innkasti sem að Patrikur tekur ætlar hann að reyna að taka langt núna. Það langt inn á teiginn en það að fleita þessu áfram en Arnar Freyr og Gunnar Bragi, hver á þetta mark? Þarna kom skot sem að rökk af leikmanni númer 15 Jón Tómas Rúnarsson kemur víði yfir. Gunnar Bragi átti ekki möguleika þarna. Á 70 mínútu strax eru víðismenn komnir yfir. Leikurinn valla byrjaður. Við fengum nú 2 mörk á fyrstu 4 áðan. Við erum komið mark eftir 6 mínútur hérna og eins og ég segi tæp 5 mörk að meðaltali í síðustu 5 viðregnum þessara liða. En þarna eftir þetta langa innkast náðu þeir fyrsta bolta víðismenn og eftir klaps átti Jón Tómas skot. Nei, það var skotið í hann eiginlega inn. Gylfi komin inn á teiginn, ekkert dæmt hér. Arnar sér Hákon sem komin hérna inn fyrir og hér dauðafæri Eggert Kári og Páll Sindri og það bjarga á línu. Eggert Kári vantaði aðeins að stýra þessum bolta lengra út í hornið. Brynjar Atli varði enda skotið nokkurn veginn beint á hann.
og Víðismenn eiga hennar bolta en 2 færi með 30 sekúndna millibili hérna hjá Kára. Eggert Kári valdi þarna kraft umfram nákvæmni en færið var mjög gott og Brynjar Atli heppinn þarna og svo var það sennilega Radovnikovic sem að varði á línu en minni það sem þið eruð að horfa á þetta á YouTube og þá hafið þið svolítið stjórn á endur sýningum og öðru, þið getið alltaf spólað tilbaka og náð svo aftur á það sem er live bara með því að draga bendilinn til. Kemur löngsending fram á við, Páll Sindri nær að taka niður en missir hann svo. Páll dæmdur síðan brotlegur, braut þarna á Stamenkovic. Já, Víðismenn mæta hérna fullir sjálfstrausts virðist vera. Já, ég sýndi ykkur áðan fyrsta forvarnar myndbandið sem að forvarnarverkefnið Ég á bara eitt líf hefur útbúið. Hér eru Víðismenn að gera sig líklega en Káramenn á að koma þessu frá. Já, þetta forvarnarverkefni fór á stað í kjölfarið á andláti, ótímabæra andláti Einars Darra Óskarssonar sem var hérna úr Hvalfjarðarsveitinni í næsta nágrenni, var í skóla hérna á Akranesi. Sorglegur atburður sem að hefur orðið til þess að hans nánustu hafa hrundið af stað þessu forvarnarverkefni sem ef ég hveti ykkur til þess að leggja lið. Hákon hreinsar þetta fram, Ragnar Már í baráttunni, Páll Sindri hins vegar hirðir annan boltan, sendir hann út á Hákon með langan yfir til vinstri, þar er Gylfi sem og Arnar Freyr með fyrirgjöfina en aftur fyrir tímyndu liðnar 1-0. Jón Tómas Rúnarsson með markið. Víði Garði, eitt af þessum liðum sem á svona hátt ris í íslenskum fótbolta á tímabili. Á 9. áratugnum áttu þeir nú lið í efstu deild. En af sem áður var hér kemur skot af löngu færi hjá Andra Gíslasyni en Gunnar ekki í neinum vandræðum með að verja þetta. Gunnar undir pressu, hreinsar þetta fram, beint á Helga, vel gert. Helgin er að snúa, fær síðan Einar Þór í bakið en nær að koma þessu yfir á Ragnar Má sem að sér menn í tegnum. Gunnar Gylfi Brynjar með flugskallan hana en aftur beint á Brynjar í markinu. Gylfi með fína pressu hérna, Patrikur Ari á Einar Þór sem að skiptir yfir Arnar Freyr. Þetta er ljótt að sjá. Keirir hérna, var það ekki Stamenkovic sem að keirir inn í Arnar Freyr sem var að skalla boltan hérna frá, koma á blindu liðina. Veit nú ekki hvort það var einhver ásetningur í þessu svo sem en þetta leit ekki vel út
sérstaklega sem að Arnar sá hann ekki koma og Káramenn vilja fá spjald á þetta. Hann átti ekki möguleik í boltan, það verður að segjast líka. Þessir upp í lofti og Sindra. Kannski að vekja athygli á því á Facebook síðun okkar að þar er þráður sem að fylgir auglýsingum okkar fyrir þennan miðvikudag okkar. Þar eru tenglar á hinar og þessar upplýsingar inn á kvsi.is og úrslit.net þar sem að tengjast þessum leik. Að endilega að skoða það ef þið hafið áhuga á að garfa aðeins í leikmannahópunum og stöðin í deildinu og annað, en hér er dæmd aukaspyrna á Arnar á hættulegum stað. Hér er bara stór hætta. Hver er það sem ætlar að taka þessa spyrnu? Nú, það er fastubolti en hann er yfir. Sýnist að vera Nathan Ward sem að tók þessa spyrnu. Marka hæstur víðismanna hinga til í annari deildinni í sumar er Andri Gíslason með 3 mörk í 8 leikjum. En Páll Sindri með 6 mörk fyrir Kára. Fín pressa hérna, Gylfi kemur vel tilbaka til að hjálpa. Páll Sindri á Eggert Kára. Eggert leitar tilbaka á Páll, tekur við honum. Páll Sindri við stingur honum hérna fram á Ragnar Má en það er svo langur bolti, hann aftur fyrir Languboltið nú til vinstri en Eggert Kári lesa vel. Komir hérna á flegiferð upp í hægra hornið. Kemur inn á, leitur aftur út. Nær honum fyrir. Þeir skall þetta frá. Páll Sindri! Skýtur í varnarmann. Þá koma víðismenn. Ward á flegiferð. Stemmenkovic með honum. Tekur skæri og svo skot. Það er máttlaust og Gunnar tekur það auðvitað. Guðlaugur stingur hérna beint fram á Gylfa sem er í baráttu við markaskorarinn Jón Tómas. Jón Tómas nær að halda boltanum, kemur honum á Patrek, hann á Eið. Það er síðan Einar Þór út á Tómas sem kemur með langan bolta upp hægra megin. Sindri hreinsar það út, Arnar Freyr nær boltanum, kemur honum hérna á Pál Sindra. Hann á Hákon, Eggert Kári, aftur á Hákon. Páll með reynir hérna sendingu, hún er misjöfnuð yfir á Ragnar Má. Radovnikovic róar þetta. Tilbaka á Brynjar alltaf. Fín skipting hérna yfir á Patrek, nú er 2 á móti Hákoni hérna. Patrekur reynir síðan stungusendinguna. Hákon hins vegar ákveður að setja hann aftur á Gunnar í markinu sem að sparkar
aftur upp í loft og það er innkast sem að Víðismenn eiga. Þetta er nú ókosturinn við þennan innan úr bolta. Öðru leyti aðstæður góðar til knattspyrnuiðkunar hérna í Akraneshöll. Patrikur með innkastið. Radinkovic nær að flytta þessu áfram. Gylfi kominn hérna í kapphlaup, hann er 1 á móti 1 hérna. Tómas til varnar og hann nær þessu. Gylfi á hvað að ráðast á frekar en að bíða. Arnar kastar hérna á Helga og boltinn í hotn. Radovnikovic sett hann hann aftur fyrir hornspyrna sem að Páll Sindri tekur. Stórir og stæðilegir gestirnir úr garðinum. Páll Sindri snýr hann hérna inn á markið og þetta er inni, þetta er mark. Páll Sindri Einarsson beint úr hornspyrnu. Þetta sér maður ekki á hverjum degi. Markið á 19. mínútu og Páll Sindri bætir enn í markareikningin. Hans 7. mark. Jafnar metin. Það var mikilvægt fyrir Kára að jafna þetta tímalega, segi ég hér. Náðu ekki að bjarga þetta þessu á línunni þarna og aðstoðardómarinn reif flaggið á loft til að merkja að boltinn hefði farið inn fyrir. Stamenkovic. Káramenn á að bæja þessu frá. Eggert Kári er brotið á honum. Heiður Snær fór hann í bakið á honum. Nathan Ward, skoskur. Rúðun með Króata og Slóvena. Eggert Kári er að fleyta þessu áfram. Helgi eldir. Það gerir Jón Tómas líka, en það er dæmt aukaspyrna hérna. Þannig að farið var í Eggert Kára í fyrsta skallaboltanum. Og það er Páll Sindri fullt af rauðum treyjum í teignum sem og bara bláum líka, allar bláu treyjurnar í eða við tegin. Og Páll Sindri kemur með hann fastan inn á fjær, en Brynjar Atli vel vakandi, hann er snöggur að koma í þessu leik. Þeir koma hérna upp hægra megin. Tómas langan bolta í áttina að Arasteini, en Gunnar Bragi kemur út úr teignum, kemur eins út fyrir velvakandi þarna Gunnar. Og kemur eflaust langt innkast á hægri. Arnar vinnur hennar skallabolta. Fast skot, hér er að koma með hann að munnaði litlu að Andri næði að koma sér í skoti. Patrikur út á Eið. Eiður undir pressu frá Eggerti Kára. Sending síðan upp í hotnið, Hákon skallar það upp í loftið. Páll Sindri kemur síðan og heyrðir þennan og stígur síðan eitthvað vitlaust niður, sýnist mér. Lúrar þessu fram á við. Kára með minna boltan. Helgi á Guðlaug.
Guðlaugur lengra út á Arnar. Arnar í baráttu hérna við Stamenkovic sem að kemst fram fyrir Arnar og Arnar hleypur hann hreinlega niður. Þetta gerði hann vel. Dejan Stamenkovic. Koma Víðismenn. Stamenkovic upp í hægra hornið. Tómas eldir en Arnar kemur þessu frá. Fyrri hálfleikur hálfnaður. Staðan 1-1. Hér hætta Jón Tómas aftur í færi en hann ekki að koma skotinu á markið. Vel gert þarna á Páli Sindra. En þeir halda sóknina áfram. Ward, hér kemur fyrirgjöfin. Eggert Kári skalla frá. Eiður kemur honum aftur á Arastein sem að kemur hérna út til vinstri. Nær að koma honum inn í. Sverrir Mar skallar hann aftur fyrir sig og yfir markið. Það Nathan Ward sem að tekur hotspinnuna fyrir Víði. Það eru hættulegir í þessum föstu leikadröðum. Kemur boltinn inn á tegin. Sverrir Mar skalla frá en hér dauðafæri og þarna átti Andri Gíslason skot í afturendan á Hákoni sýndist mér. Gunnar út úr markinu síðan og grípur þetta. Gunnar með langan bolta í áttina Gylfa Brynjari fyrir gefið. Gylfi nær honum síðan. Kemur honum á Helga sem að missir hann og langt frá sér. Gylfi gerði þetta vel. Heiður skiptir hérna yfir á Stamenkovic. Hann leggur á stað. Ragnar Már eldir. Stamenkovic ennþá með hann. Mikil pressa hann frá Ragnari Má. Stamenkovic ekki par hrifinn og Gunnar Bragi nær þessum bolta. Guðlaugur snýr langan bolta fram á Gylfa Brynjar sem að réttilega dæmdur rangstæður. Hann dansar á línunni. Oft rangstæður, dæmdur rangstæður hérna á móti Völsungi síðustu helgi. Radovnikovic á Tómas eftir á Radovnikovic. Heiður tilbaka á Jón. Hann kemur hann á Patrek. Fá lítinn tíma á boltanum. Eiður reynir sendinguna upp í hornið. Hákon hins vegar nær því og reynsar þetta frá. Alla leið til Brynjars Atla. Radovnikovic á Einar Þór. Víðismenn halda boltanu vel núna. Tómas með langan bolta fram á við. Sindri Snæfells í vandræðum hérna og þeir eru ekkert sérstaklega vingjallegir hérna. Var það Nathan Ward sem að fór hérna niður og kæmir ekki á óvart að Páll Sindri fengi gult spjald hér. Hann náði mjög góðri snertingu fram hjá Sindra og ekkert spjald á loft. Allir bara bestu vinir og Eiður Snær tekur þessu aukaspyrnu þegar 18 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik.
Þeir hafa sýnt að þeir eru stór hættulegir í þessum föstu leikadröfum eins og ég kom inn á áðan. Hér kemur Eiður með lágan bolta inn á tegin. Þeir ná að koma þessu frá. Arnar, það er brotið á honum. Jón Tómas gerir það. Full ákafur. Gunnar kemur til með að setja hennar langt upp völlin í áttina að Helga sem nær að fleytunum áfram. Það var ekki Helgi, það var Arnar Freyr. Það var innkastur á vinstri. Arnar kemur með að langt. Það er í áttina Eggerti Kára. Stamenkovic þrumar þessu í Arnar og aftur fyrir Eiður er að skalla tilbaka á Tómas en hann missir boltan til Ragnar sem að setti góða press á hann. Hann að Ragnar leita sér inn á völlin. Ragnar Már finnur Gylfa Brynjar úti hægra megin sem kemur hann fastan fyrir og Jón Tómas nær að hreinsa þetta frá og innkast. Hákon reynir að kasta hérna á Helga en Patrikur var fyrir Stamenkovic, leggur á stað en Arnar dæmdur brotlegur. Þetta er Nurkovic, sendir hann tilbaka á Brynjar Atla, Gylfi pressar á hann en hann kemur honum hérna yfir á Patrik út í vinstra megin. Hann tilbaka á Jón. Jón og Patrik, Ari með tæpa sendingu þarna. Þeir ná að vinna boltan aftur. Andri, Sindri hreinsar frá. Gylfi fer í pressuna. Guðlaugur gerir þetta virkilega vel. Kemur honum á Pál. Páll yfir á Arnar. Nær hann að halda þessu inn á? Já, það gerir hann. En Stamenkovic kemur þessu frá og út af. Kemur langt inn, kast frá Arnari. Hér er Ragnar Már að sleppa í gegn. Hann er ekki að koma þessu almennilega fyrir sig og Brynjar Atli kastar hérna fram á Ara. Ari leggur á stað upp vinstri kantinn. Hákon til varnar, hann verður að snúa við en hann kemur svo aftur. Eiður kominn hann í stuðningin, fær hann svo tilbaka á Patrik. Boltinn yfir á Tómas Óskarsson sem að stingur hérna upp í hornið á áttina Stamenkovic en Arnar Freyr í einhverjum vandræðum. Stamenkovic tekur skærin, snýr á hægri, snýr á vinstri, kemur hann svo fyrir og Sindri setur hann í horn. Já, víðismenn ekki að baki dotnir þó að Káramönnum hafi tekist að jafna. Stamenkovic kemur og færa hann. Svo kemur fyrirgjöfing, Gunnar Bragi hins vegar öruggur, tekur þetta.
kastar hérna á Pál Sindra sem að sendir hann tilbaka á Sindra sem að kemur svo með langan bolta á Ragnar Má sem dæmdur rangstæður. Þeir voru 3 sýndist mér þarna fyrir innan Káramennir allir. Eiður á Patrik. Víðismenn með stjórnina á leiknum þessa stundina. Ari reynir að koma sér hérna frá Hákoni, síðan kemur slæmsending frá honum. Eggert Kári heldur þessu inn á. Jón Tómas tilbaka á Brynjar. Helgi pressar á hann á flegiferð. Radovnikovic tilbaka á Brynjar. Þeir eru pollrólegir hérna. Jón Tómas út á Patrik. Þá geta þeir lagt á stað hérna. Slök sending frá Patrik eins og þar en Guðlaugur sendir hann út fyrir. Ari snýr, kemur inn á völlinn, finnur Andra sem að kemur honum á Nathan Ward. Nathan Ward inn á tegnum, leitar að fyrirgjöfinni, finnur hana ekki nema hvað, hann fær hornspyrnu. Ari sem að tekur þessa hornspyrnu. Fyrstur inn á Martein, þetta bara í hliðanettið nær og útspark frá marki Kára. Radovnikovic nær að vinna boltan hann af Helga. Mikil barátta hérna með henni núna. Páll Sindri enda með hann. Missir hann síðan og tógar hérna í Nathan Ward. Og hann ekki dæmt. Ég hefði haldið að hann myndi flauta hérna en Jón Tómas kemst inn í þetta. Ari og Jón keyrir inn á tegin. Ari kemur svo með hann fastan fyrir. Og það dæmdur rangstaða á Nathan Ward sýnist mér. Þannig að varst með Páll Sindri þannig að örlítið fyrr sleppa nokkuð byrlega, tókaði augljóslega í Nathan Ward þarna út á miðjum vellinum og þar sem að þeir mistu boltan svo fljótlega þá hélt ég að hann myndi færa það tilbaka. Og Gunnar Bragi fram á Arnar sem að skallar þetta áfram á Gylfa Brynjar. Arnar fær hann hins vegar aftur. Jón Tómas alveg eins og brjálaði maður hérna, svolítið viltur að hlaupa út úr varnarlínunni. Ragnar Már komir hérna yfir hægra megin, lyftir þessu svo hérna í áttina Eggerti Kára, vinnur boltan nánast aftur. Sindri ruggið upp málað hérna, finnur Guðlaug á Sverri. Róa Káramenn þetta aðeins sín megin. Guðlaugur með langan bolta í áttina Gylfa Brynjari en Brynjar Atli vel vakandi þarna að svípa fyrir aftanvörnina. Radovnikovic tilbaka á Brynjar. Gylfi Brynjar pressar á hann. Nær að finna hérna Ara sem að skallar hann út af. Hákon kastar þessu bara tilbaka á Sverri. Sverri með langan bolta yfir til vinstri. Eggert Kári skallar hann niður fyrir Gylfa Brynjar sem að tekur skotið en það vel framhjá. Fín hugmynd. Rétt 8 mínútur eftir að fyrri hálfleik situr ennþá við 1-1.
síðan að Páll Sindri jafnaði. Guðlaugur munir hennan skallabolta og hér Gylfi að sleppa. Patrikur á eftir honum, Radovnikovic líka og Brynjar Atli snöggur að koma þessi leik sem fyrr. Tómas kemur upp með boltan, finnur Andra, hann tilbaka á Einar Þór og hann reynir að finna hérna Nathan Ward sem að dæmdur ástæður. Sverrir tekur þetta. Mikilvægur leikur fyrir Káramenn að halda áfram sigurhinnunni eftir þessi 2 slæmu töp gegn Aftureldingu og gegn Hetti sem að samtals töpuðust 9-2. En þarna fer Sindri út úr vörninni en Páll Sindri dekkar fyrir hans svæði. Sverrir Mar vinnur síðan boltan og leggur á stað og fær hjálp frá Helga sem að finnur síðan Pál Sindra sem að reynir ótímabæra sendingu þarna á Gylfa sem að var ekki tilbúin í hlaupið. Einar Þór út á Tómas. Radovnikovic yfir á Jón Tómas. Eggert Kári pressar hérna á Radovnikovic en hann sultuslagur. Brynjar Ari hérna og Patrikur í baráttunni ná að halda þessu hjá bláu treyjunum. Slugsending tilbaka reyndar en þetta kemur ekki sög. Jón skiptir hérna yfir til hægri, þar Tómas, tekur hann niður. Eiður tilbaka á Jón. Káramenn að verjast tölvöld mikið núna bara í varnarfærslum hérna fram og tilbaka. Víðismenn alveg rólegir, þeim liggur ekkert á. Tómas síðan hérna upp í hotnið á Stamenkovic sem að nær fyrir gjöfinni og þar Nathan Ward sem að hittir boltan engan veginn sem betur fer fyrir Káramenn. Þetta var ljómandi vel gert hjá Suðurnesjamönnum sem að svona hálfpartinn svæfðu þetta með rólegu spil í vörninu, svo allt í hennu sprengtu þeirra upp með sendingu upp í hotnið á Stamenkovic sem að átti fína fyrirgjöf en Nathan Ward náði ekki að tengja við boltan almennilega. Gunnar Bragi Helgi skallar þetta áfram og Gylfi Brynjar hérna við það að komast í boltan. Brynjar Atli reynsar fram og hinn finnur Ara sem að kemur honum aftur á Patrik, losar hann upp í áttina að Andra og Sverrir nær, hann brýtur hérna á honum og nær sér alveg án efa í guldspjald en nei, þeir eru snöggir að taka þetta. Stamenkovic komin inn á tegin, leikur sér með hann hérna, fyrirgjöfin slök. Guðlaugur kemur þessu frá, Tómas síðan í baráttunum við Eggert Kára og Eggert Kári komin hérna á flegiferð upp vinstra megin en nær ekki valdi á boltanum í hlaupinu. Sverrir Mar stálheppinn að fá ekki gult spjald. Já, víðismaðurinn hefur farið inn fyrir völlin í innkastinu. Það tekur Arnar Freyr innkastið fyrir Kára. Eggert Kári færa hann aftur tilbaka á Arnar. Eggert Kári nær að snúa, finnur Gylfa Brynjar. Hann reynir að koma honum út til hægri á Hákon en það brotið á honum og þetta stór hættulegu staður.
Þetta er færi fyrir Pál Sindra Einarsson. Það er ekki nokkur spurning hver tekur þetta. Það er markamaskínan Pál Sindri. Það þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af öðru en að þetta sé skot beint úr aukaspyrnu hjá Páli. Pál Sindri stutt til hlaup, fastur bolti við vegginn eða gegnum hann, en Brynjar Atli vel vakandi, varði þetta vel. Brynjar spyrnir hérna í áttina Nathan Ward sem hann er að skalla hann áfram á Andra sem að Hákon missir fæturnar undan sér hérna. Ari aftur á Nathan Ward í koni færi, Gunnar Bragi ver, Ari skotið í varnamann. Það er allt að gerast hérna. Hákon með fína tæklingu hérna. Býtur nú við. Já, markspyrna dæmd. Sýndist að vera Hákon sem sett hann út fyrir, en engu að síður markspyrna, dauðafæri. Fínt upplaup hjá Víðismönnum. Ekkert dæmt hér, lenda hérna tveir í grasinu. Ekkert Kári með slaka sendingu. Gylfi Brynjar pressar vel, Stamenkovic. Nei, þetta var Nathan Ward í baráttunni þarna. Þarna er Stamenkovic í baráttu við Arnar Frey. Og hvað er dæmt? Það er dæmt á Arnar Frey. Og enn eiga Víðismenn aukaspyrnu, fastleikadriði sem að þeir hafa náða að ógna vel úr þegar að fyrri hálfleik er rétt að ljúka. Eiður með aukaspyrnuna inn á fjarstöngina. Ragnar Már skalla frá, Pál Sindri tekur hann þaðan. Hann leitar að Gylfa, þeir eru ekki sammála hvernig þetta ætti að framkvæmast. Gylfi ætlaði að stinga sér en Pál vildi hann kæmi og fengi hann. Andri, Sverrir Mar nær að stíga. Herðu, þetta er Nathan Ward farinn að hegða sér undarlega. Hann hrinti Sverri þarna, þetta gat verið hættulegt. Hann hrinti honum hann í áttina að Gunnari Braga í markinu. Gunnur með tæpa sendingu þarna, Tómas kemur, Eiður fer í skotið, en það er rétt yfir. Þá er fyrri hálfleikur liðinn og vel það. Gunnar Bragi ætlar að spyrna frá marki sínu og þá flautar Gunnar Freyr til loka fyrri hálfleiks. Staðan 1-1. Jón Tómas með mark á 50 mínútu eða 70, mann ekki hvort það var, en Pál Sindri jafnaði metin fyrir Kára á 19. mínútu. Þar við situr. Við tökum okkur hlé líkt og leikmenn og við komum aftur eftir cirka bát 15 mínútur, ekki fara langt.
Velkomin aftur á IA TV í samstarfi við Omnes Akranesi. Síðara hálfleikur er hafinn hér. Síðustu 45 mínúturnar á mögnuðum miðvikudegi á IA TV. Hérna fyrir í kvöld sáum við IA sigra Hamrana 6-1 í inkassodeild kvenna. Og þá upptöku af þeim leik líkt og þessum þegar að honum er lokið. Þetta er aðgengilegt allt saman á YouTube-rásin okkar IA TV sem og inn á iatv.is. Hvet ykkur til þess að kíkja á hana, þar er að finna allar upptökur af öllum okkar beinu útsendingum síðan við hófum útsendingar haustið 2016. Fín tækling hérna hjá Arnari en Radovnikovic með langa sendingu fram sem að Sverri Mar skallar hérna upp í loftið. Páll Sindri skallar síðan á Hákon. Jón las þetta vel. Já, brotið á Ara hana. Klárt mál. Víðismenn stjórnuðu fyrir hálfleiknum að mestu leyti. Káramenn lét sér duga að liggja tilbaka og reyna að sækja hratt eins og þeir vilja helst gera. Víðismenn gefa sér eins og góðan tíma í að láta boltan ganga á milli sín aftalega á vellinum en sprengja síðan upp. Það var gert nokkru sinnum. Færa Káraliði hérna fram og tilbaka. Tómas. Þá pressa Káramenn núna. Hvað er nú? Hvað er nú? Hér er einhver læti á milli Dejan Stamenkovic og Arnars Frey Sigurssonar og leikurinn stöðvaður en ekki dæmt hins vegar. Engin spjöld á loft, það er einhver æsingur. Ég veit nú ekki hvað þarna gekk á en leikurinn kominn í gang aftur. Gylfi með fína pressu hérna. Þá kemur Ragnar Már líka en Radovnikovic sem fyrr mjög yfirvegaður. Kemur hann hérna út á Tómas. Tómas lyftir þessu síðan inn á teiginn. Gunnar Bragi kallar vel hérna og Sverrir beygir sér hreinlega niður og Gunnar tekur boltan. Páll Sindri. Guðlaugur á Sindra Snæfells. Hann á Arnar Frey. Tilbaka, þá er Ragnar Már. Hann leitar hérna inn á völlin. Páll Sindri með langan bolta yfir á Eggert Kára. Hákon kemur í stuðningin en Eggert nær ekki að finna hann en hann heldur hins vegar boltanum. Hann er farið aftan í hann. Patrikur gerir það. Kemur aukaspyrna frá Páli, Sindra, Patrikur neglir þessu upp í loft. Þá er séns á löngu innkasti. Arnar Freyr skokkar sér hérna yfir á hægri kantinn. Löngu innkast orðin gríðarlega vinsæl í fótbolta víða heim eins og við séð á HM. Arnar með langt innkast. Eggert Kári nær að skalla hann áfram. Gylfi, þetta er yfir Ragnar Má en hér er skot yfir markið. Þarna var Gylfi Brynjar. Hittir ekki í ramman og ekki sáttur með sjálfan sig. Svo við sáum við að hálfleik þá er fullt að leikinn framöndan hjá okkur í júli á IA TV á morgun. Leikur IA og Selfoss í inkassodeild karla frá Akranesvelli eftir sem að mér skilst. Þáttur að
kvennaleikurinn áðan sem að átti að vera á Akarnesvellinum var færður hérna inn. Ég gerir ráð fyrir að það sé vegna bleitu í vellinum, ótrúlegt en satt. En sá leikur hefst klukkan 19:15. Við förum í loftið korteri fyrr eða klukkan 7. Radovnikovic finnur Eið, hann aftur á Radovnikovic, vel spilandi þetta víðislið. Guðlaugur undir pressu frá Andri fer í hann hérna en ekkert dæmt hins vegar. Ekkert dæmt hérna heldur, bara innkast. Hákon tilbaka á Sverri. Sindri aftur á Sverri. Sverri svo með langan bolta upp í hægra horni. Gylfi Brynjar þarna í miklum slagsmála við Jón Tómas en innkast. Hákon býr sig undir að taka það, kemur honum á Gylfa og hotspinna sem að Gylfi vinnur. Þá fer Guðlaugur Þór hérna yfir og tekur hornið. Allir víðismenn komnir tilbaka að verjast. Guðlaugur út í teginn, Jón skalla frá, Páll Sindri með skotið, það er skalla framhjá. Patrekur var þarna á stönginni. Þá var það Ragnar Már sem tekur hotspinnuna í hérna. Þannig Lár boltinn, Andri. Það er engin leið fyrir dómarann að sjá þetta. Þeir vilja fá hendi á Andra þarna. En það var alveg múr og markmennið þarna í sjónlínunni fyrir dómarann að sjá þetta. Og hotspinna dæmd. Þessi er á fjárstöngina, Eggert Kári vinnur boltan. Á hreinsa víðismenn frá Hákon tilbaka á Gunnar. Páll Sindri tilbaka á Hákon. Ágætlega leist. Hákon færir sig síðan yfir til hægri, Guðlaugur. Slök sending hjá honum, Stamenkovic. Skæri, Guðlaugur gerir vel og þetta hlýtur að vera bara enga sem að Káramenn eiga. Nei. Víðir á þetta innkast. Það er Tómas Óskarsson sem að tekur það. Stamenkovic fær hann úr innkastinu. Arnar er í því að pirra hann. Nathan Ward kemur honum fyrir og Einar Þór í færinu. En boltinn framjá. Hættulaust. Gunnar Bragi spynnir hérna fram. Radovnikovic skallar þetta tilbaka. Sindri skallar hann út fyrir. Sýnist Pavel Grudzinski verið að gera sér tilbúin að koma inn á.
Stamenkovic fer í jörðina og Arnar Freyr dæmdur brotlegur. Ég held nú að þetta sé rétt. Það aðstofadómarinn sem að dæmdi þetta. Það Eiður Snær Gunnarsson sem að ætlar að taka þessa aukaspyrnu sem fyrr. Og þá skipting af velli kemur nummer 21 Þór Kjartansson og mér sýndist glitta í númerið 16 áðan Pavel Grudzinski frá Pólandi, ef að mín sjón hefur ekki svikið með þeim meira. Eiður með sendinguna Gunni verður þetta, grípur þetta auðvitað. Jú, þetta Pavel Grudzinski sem komin inn á nummer 16. Sverrir Pál Sindra. Arnar Freyr fer á stað, fær sendinguna og kemur með hann fyrir með vinstri. Brynjar Atli handsamar þetta auðvitað. Átján ára Brynjar Atli á þessu ári. Hann standa sig feikilega vel í þessum leik. Grudzinski reynir að finna Stamenkovic fyrirgjöfiði. Hákon á flegi ferð með fyrirgjöfina. Brynjar Atli grípur inn í. Og kemur Tómas. Skiptir yfir til vinstri og þetta lítur að vera aukaspyrna en Nathan Ward halda áfram. Eiður með slaka fyrirgjöf sem að siglir aftur fyrir. Engin hreyfing á varamannabekk Káramanna ennþá en 4 að hita upp reyndar. Mikil reynsla og gæði á bekknum hjá Kára. Ari rekinn tilbaka, þessi upp í loft. Hákon býr sig undir að taka þetta engast inn á Helga. Grudzinski nær að vinna þennan bolta. Það var ekkert á þetta. Páll Sindri hreinlega hirti boltan af Nathan Ward. Gylfi með tæpa sendingu hérna á Eggert Kára. Ragnar Már vinnur boltan hérna og við það að ná honum aftur. Tómas gerir vel. Grudzinski leitar inn á miðuna. Stingur síðan hérna upp inn á teginn. Það Nathan Ward. Nathan Ward nær að snúa, hóta skotinu, kemur svo með skoti og glæsilega var hjá Gunnari Braga í markinu. Þetta var fínt skot hjá Nathan Ward. En Gunnar Bragi sá við honum virkilega vel varið. En hotspinna sem að Víðismenn eiga. Ari Steinn tekur hana. Þetta inn á markteginn sem að Gunnar Bragi hirðir. Langur bolti síðan í áttina Gylfa Brynjari sem að nær að snúa með Patrik í bakinu. Kíkir á möguleikana, sendir hann tilbaka á Eggert Kára. Hann aftur á Gylfa Brynjar sem að finnur Helga sem að tekur hann á kassan. Helgi Jónsson aftur kom með boltan. Páll Sindri reynir að leita skotinu, finnur ekki. Finnur aftur á móti Hákon hérna úti hægra megin.
hann tekur eina snertingu á 2, leitar síðan inn á völlin, sendur hann inn á teig, en þarna misskilningur milli hans og Gylfa. Já, ég er ekki tilbúin að setja penning á hvaða lið skora næsta mark. Þau virka bæði ógnandi þegar að þau sækja. Páll Eggert tilbaka á Sverri sem að losa hann svo langt upp. Jón Tómas skallar hann á Grudzinski sem að færa hann svo aftur frá Eiði. Fín skipting hérna yfir á Tómas. Tómas finnur Andra og þeir reyna hann smá brellur, hann og Nathan, en það gengur ekki. Gunnar Bragi spyrnir þá frá markinu í áttina Arnari og Stamenkovic keyrir þarna í hann inn í bakið á honum og þarna er búin að vera einhver kergja á milli og þarna fær hann loksins gulaspjaldið. Stamenkovic, hann hlaut að fara að koma gullspjald í þennan leik. Það er Dejan Stamenkovic sem að reppir þann hnoss. Dómari leiksins gaf til kynna þarna með bendingum að þetta væri uppsafnað. Þá er það Ragnar Már sem að kemur að velli. Marino Hilmar sýnist mér vera að koma í hans stað. Jón Tómas þessi að skora sitt fyrsta deildamark fyrir Víði hér í dag. Hann hefur skorað 1 mark áður, það var í Borgunarbikarnum 2014 í leik gegn Njarðvík, en fyrsta deildamarkið hjá honum. En hér er Ari Steinn kominn inn fyrir. Frábær tækling hins vegar hjá Hákoni. En bæði lið að reyna að sækja til sigurs hérna. Við erum ennþá 3 mörkum frá meðaltalinu í viðuregnum þessara liða. Ari með hotspinnuna inn á Martein. Sverrir skallar hann tilbaka á Ara, en hann er út fyrir, já, það er hotspinna. Önnur hotspinna. Það er stutt núna. Stamenkovic aftur út á Ara sem að reynir fyrirgjöfina. Páll Sindri fyrir. Grudzinski fer tilbaka og Gylfi Brynjar með fína pressu hann á Patrik, en Patrik er að bjarga þessu. Brynjar með langan bolta hérna. Sindri skallar hann til Eggerts Kára sem að finnur Pál sem að finnur Eggert aftur og þarna er brotið á Eggerti Kára. Og önnur skipting að verða klár hjá, já, 2 skiptingar sýnist mér á bekknum hjá Kára. Andri Júliusson og Þór Lórenz að gera sig klára. Páll Sindri með boltan hérna yfir á Marino
sem að finnur Arnar síðan með fyrirgjöfina. Þar er Gylfi Brynjar, hann veit ekki hvernig hann á að taka við honum. Hann kom í óþægilegri hæð til hans, en þarna var sannarlega tækifæri. Nathan Ward kemur tilbaka, nær þessu, kemur honum á Eiður skipti síðan hérna yfir til hægri. Arnar Freyr skallar hann á Guðlaugur, Eggert Kári leggur á stað, þarf að snúa færan, kemur hún á Marino móti Tómasi. Marino reynir hælspyrnu þarna á Eggert Kára sem að tekst ekki. Arnar Freyr brýtur enn einu sinni á Stamenkovic og þá er tvöföld skipting hjá Káramönnum. Helgi Jónsson kemur af velli, númer 18, og Arnar Freyr Sigurðsson fer af velli, og inn á koma Andri Júliusson og Þór Lórens Þórðarsson. Gjafabref frá gamla kaupfélaginu 809 og 834. Andri kemur hérna í hóluna í stöðunars Helga. Þetta er engin taktísk breyting að öðru leiti og Þór Lórens kemur bara einfallega hérna inn í vinstri bakvörðin fyrir Arnar Frey. Dovnikovic finnur Stamenkovic, fyrirgjöfin, Sindri skallar hann beint í Pál Sindra. Marino tilbaka á Pál. Reynir hérna sendinguna upp á Gylfa Brynjar, tekst ekki. Dovnikovic fær hann hérna aftur. Gylfi pressar, en hann er einn í því, Jón Tómas. Finnur Ara, Hákon í baráttunni, gefur sér ekkert með þetta, ekkert dæmt. Andri leitar að Páli Sindra, slöksending. Radovnikovic kemur hérna með boltan út úr vörninni, hann er á flegiferð, svo er bara Táari inn á tegin, en Gunnar Bragi vel vakandi, kastar þessu síðan hérna út á Hákon. Hákon inn á Guðlaugur, hann er allt og þröngt hjá Guðlaugur og Eggert Kára. Þeir eru sneggir að taka þetta. Andri, hér kemur skot frá Grudzinski, það er ekki langt frá. Það var að taka dífu þarna síðustu metrana. Gunnar Bragi sparkar hérna út á Marino sem að fleytir honum áfram. Andri Júliusson, Radovnikovic í bakinu, það er dæmt brot á hann. En þá bara mörkin frá Jóni Tómasi og Páli Sindra sem að skilja liðin að. 20 mínútur rétt rúmar til leiksloka. Það er Þór sem að tekur þessa spyrnu, kemur honum á Sindra og er aðeins að róa þetta eða hvað. Páll Sindri leggur á stað sem og Hákon sem að færa hann hérna. Næra snúa, kemur fyrirgjöfinni fyrir, en Tómas næra hreinsa þetta frá og Nathan Ward, það er brotið á honum hérna. Guðlaugur gerir það. Tómas snöggur að taka þetta. Eiður, Grudzinski, mikil pressa núna. Andri brýtur á Eiði, nei, ekkert dæmt, ótrúlegt. Gylfi kemur honum aftur á Andra. Andri fer í skotið og það er framhjá. Það hefði verið mjög sárt fyrir Víðismenn ef hann hefði skorað á þessu skoti. Klárt brot þarna sem að Andri slapp með.
togaði þarna, sýndist mér Eið niður, en Víðismenn sluppu með þetta. Marino vinnur skallaboltan, Grudzinski bartu við Andra, Andri næra skallet á Gylfa Brynjar, Gylfi missir af boltanum, Stamenkovic á ferðinni, Gylfi eldir, Þór pressar á Grudzinski sem að nær fyrirgjöfinni inn á fjærstöngina, Hákon nær að fleita þessu út fyrir, eða ekki alveg út fyrir tegin, Ari tilbaka á Eið, Andri kemur þess á Pál Sindra, það er allt að gerast í þessum leik núna hérna, þá koma Káramenn á fleygiferð og Eggert Kári á siglingu kominn inn á vítategin, leggur hann út, hann er enginn, Gylfi nær ekki að pota þessu framjá Stamenkovic á Þór, Grudzinski vel gert hjá Sindra, hins vegar Gylfi verið óheppinn í þessu leik en það vantar ekki viljan og ákveðina vinnusemina. Grudzinski finnur Nathan Ward, kloppar hérna Pál Sindra, tekur síðan skoti en Pál Sindri er þá bara kominn til þess að reynsa upp eftir sig. Eggert Kári með slaka sendingu tilbaka á Andra sem endur í því að sparka hann í Eið en sóknin heldur áfram. Nathan hérna lekur boltinn fyrir markið, Þór kemur þessu frá, Marino á Guðlaug, Marino átti að fá þessa sendingu, náði ekki, Grudzinski gerir vel, Stamenkovic aðeins skæri, honum finnst þau ekki leiðileg, Guðlaugur og Sindri á Marino, þá leggur Marino á stað, þetta er svolítið viltur fótbolti núna, tæp sending hérna hjá Marino en Pál Sindri næði að redda þessu, Eggert Kári fer á stað, Marino með honum úti vinstra megin, nær þessari sendingu, missir hann síðan of langt frá sér Marino og Marino eitthvað æstur núna. Andri Júl fær guldspjald fyrir brotið á hann þegar hann beitti hagnaðarreglunni. Já, ég held að menn verður að hafa stjórn á skapi sínu, sama hvort ef menn gera mistök eða eru óheppnir að hvað, það fullt að voru hérna börnir í horninu sem að hefðu hæglega geta orðið fyrir þessu skoti. Stamenkovic fer niður eftir hrindingu frá Þór og einhver orðaskipti hérna. Ari finnur Grudzinski tekur skæri, reynir skot, það fyrir Sindra og Sverrir kemur síðan frá. Já, það á eitthvað eftir að láta undan hérna, er ég nokkuð vissum. Kemur langt innkast, Radovnikovic nær að skalla þetta til Andra en Káramenn koma sér frá í bili allavega. Hver á þennan? Það er Kári sem á þetta. Eggert kastar á Hákon á Pál Sindra sem að snýr, finnur Sindra, hann á Guðlaugur með sendingu beint í Stamenkovic en boltinn út fyrir. Gríðarlega spenna hérna þegar korter er eftir af leiknum. Radovnikovic sultuslakur sem fyrr Eiður en fín tækling hjá Páli Sindra, nær ekki boltan, Eiður nær að standa upp og heldur þessu lifandi. Ari Steinn á ferðinni, Hákon til varnar, boltinn yfir á Nathan Ward sem að fer í skotið en það er himinhátt yfir. Liði 8-8-4 er með vinning.
Eggert Kári fleitir þessu áfram. Víðismenn á hins vegar að koma þessu frá. Eiður, Hákon vinnur boltan, stingur í áttina Gylfa Brynjari. Gylfi með Eggert Kára með sér. Nær hann þessu fyrir, hann fer í varnarmann. Radonikovic var mættur. Þá kemur Páll Sindri til að taka hornið sem fyrr. Víðismenn allir tilbaka inn á eigin vítateig. Og það er hornspyrna önnur. Tómas sem að setja þennan aftur fyrir. Kemur hornið, þetta er fljótandi bolti, Marinós fleitir honum áfram! Þarna er heila bjargað á marklínu, Andri Júlíusson átti þetta skot og önnur hornspyrna, þriðja hornspyrnan á stuttum tíma. Veit ekki hvað Káramenn er að biðja hérna hendi eða hvað, það var ekkert sem að hægt var að sjá hérðan. En Káramenn nálægt í. Páll með hann á fjær núna. Eggert Kári aftur fyrir markið. Eiður Snær nær að koma þessu frá. Hákon með langan bolta inn. Gylfi og þarna fer hann niður eftir viðskipti við Brynjar í markinu og dæmt vítaspyrna. Þarna kom eitthvað hik á vörnina því að það var þarna Káramaður fyrir innan þegar sendingi kom, en það var ekki Gylfi Brynjar. Hins vegar guldspjald á Brynjar Atla og er það Andri sem að fer á punktinn. Engin Páll Sindri í þetta skiptið. Andri Júlíusson. Brynjar Atli til varnar. Allt að vera klárt. Andri hleypur að boltanum og setur hann örugglega í vinstra hornið. 2-1. Markið á 79. mínútu. Já, þetta gæti reynst mikilvægt. Það var eiginlega bara spurning um hvoru megin þetta þriðja mark myndi lenda, því að bæði lið voru búin að gera sér líklega ítrekkað. Þá tvöföld skipting hjá Víði. Af velli koma Nathan Ward og Eiður Snær og í þeirra stað koma einhverju tveiri góðu leikmenn sem ég sá ekki, er ekki búin að sjá númerin á. Og jú, það er leikmaður nummer 5, Róbert Örn Ólafsson. Og Stamenkovic, hinn leikmaðurinn sem að kom inn á. Stamenkovic með ennin skærin hérna. Gunnar Bragi grípur þetta. Númer 23, Brynjar Bergmann Björnsson komin inn á. Róbert Örn Ólafsson. Jón Tómas reynsar þetta fram á við. Páll Sindri vinnur hann hins vegar. Hér er langur bolti inn á Gylfa Brynjar. Gylfi Brynjar ætlar að skjóta hann, hittir ekki boltan. Og Jón Tómas nær að verjast þessu. Andri lætur bara vaða með vinstri, en það er í varamanninn Róbert. Tómas skiptir yfir, en Hákon er með þennan bolta. Patrikur á Ara, hann aftur á Patrikur inn á Andra. Hann fer í skotið, en Gunnar verð þetta næsta auðvitað. Hér
Gunnar Bragi með bolta hérna fram á Marino Þór, hann sér Marino leggja af stað, Tómas hins vegar sá það líka og Páll Sindri missir á honum hérna Stamenkovic og Robert næra snúa núna, kemur með hann langan yfir til vinstri en það er Hákon Grudzinski, hirðir þetta upp, Ari fer á stað, hann er komin inn á teiginn nær fyrirgjöfinni en Sindri Snæfells les þetta og kemur honum út af 9 mínútur tæpar eftir. Ná Káramenn að hanga á þessu. En mark Víðismanna kom eftir langt innkast. Sverrir nær að skalla þetta frá. Kemur boltinn aftur inn á teiginn. Gunnar Bragi missir hann og hann nær að hann fær hann aftur til sín. Þarna var hann heppinn en náði ekki hreinu skoti eftir þessi mistök og Gunnar sparkar þessu upp í loft, liggur ekkert á. Svona henniðin í kringum hann, bend honum á það. Jón Rodonikovic á Tómas. Robert kemur honum hérna út á Stamenkovic. Hann ætlar sér sjálfur í fyrirgjöfina, gerir það, Þóri fyrir og það er hornspyrna. Það er Grudzinski sem á að taka þessa hornspyrnu. Kemur hún hérna, Sverrir skallar þetta upp í loftið, Gunnar Bragi, ekkert dæmt. Og hver er það sem skorar? Hver er það sem skorar? Er það Andri? Ég á ekki gott með að sjá það. En staðan 2-2, þarna var Gunnar Bragi alvarlega umkringdur og átti ekki möguleika gegn mannþrönginni. En Káramenn allt annað en sáttir. Stamenkovic vinnur boltan. Ætla Víðismenn að stríða meira hérna. Sendingin út í hornið á Tómas sem að kemur með fyrirgjöfina inn á fjær en já, boltinn ennþá inn á Ari. Það er Andri Gíslason sem er skráður fyrir þessu marki. Tvö. Já, hérna. En sem fyrr Víðismenn hættulegir í þessum föstu leikadriðum. Marino pressar hérna, Brynjar upp í loft. Þessar síðustu 5 mínútur gætu orðið æsilegar. Radovnikovic eitthvað að reyna að pirra menn hérna. Það er hátt spennustig hérna. Andri nær honum fyrir á fjarstöngina, þar er Eggert Kári. Guðlaugur út á Hákon. Margar rauða treyjur í tegnum. Hákon leggur á stað, Grudzinski eldir. Hákon hins vegar ennþá með hann. Kemur hann tilbaka á Guðlaug. En á að koma þessu út fyrir.
Hákon kastar hérna inn á Andri aftur út á Hákon, reynir fyrirgjöfina, það er í varnarmann. Sérst að vera Ari sem er hérna komin vel tilbaka. Hér kemur fyrirgjöf, Marino vinnur skallan, Páll Sindri fær hann, Guðlaugur í skotið í varnarmann, Sverrir kemur á eftir Andra hérna. Nú er spurning hvað víðismenn ætla að gera, ætla þeir að reyna, Sindri missir hann langt frá sér hérna undir pressu frá Stamenkovic, en hér hins vegar Eggert Kári, Gylfi fær Þór utan á sig hérna, það sér Eggert, Þór, hann nær fyrirgjöfin en þetta ætti að vera næsta auðvelt fyrir Brynjar, en hann missir bolta frá sér og dæmt aukaspyrna hérna fyrir Hávan Sóla á Gylfa sem er eitthvað að krampast upp. 3 mínútur eftir. Brynjar Atli spyrnir þessu frá Andri, fleitir þessu áfram, Sverrir er þar til að hirða það upp, Guðlaugur hérna í baráttunni, kemur honum á Pál Sindra, hann út á Hákon, Káramönnum langar að vinna þennan leik, hér sækja af miklum ákafa hér, Radovnikovic nær að koma þessu frá, Grudzinski beint í Andra og Hákon tilbaka á Sindra, 2 mínútur eftir. Sindri smá miski hendi þarna á Tómas og þetta menn að gefa sér tíma í þessa spyrnu. Spurning hvort að Tómas fær guldspjald hér, viljandi hendi, já, hárrétt. Þór Lorenz býr sig undir að taka þessa spyrnu. Þór með fastan bolta fyrir þeir ná að skalla þetta frá. Andri Júli skotið og þrumar honum í bláhotnið. Andri Júliusson fyrir Kára, 3-2. Stórkostlegt skot hjá Andra. Frábær spyrna hjá Þór líka sem erfitt var að hreinsa almennilega frá. Og Andri Júliusson smellitt hann með vinstri og hann söng í netinu. Unun á að horfa. En nú óskum við eftir því að menn haldi haus og haldi einbeitingu. 3 stig takk. Gylfi henni í barðinu Grudzinski stendur þetta af sér hins vegar. Sindri á Þór. Þór hrólegur, finnur Andra sem að stingur sérn upp í hornið. Marino eldir. Langur bolti síðan hérna fram, Radovnikovic er komin hérna til að fleita þessu. Páll Sindri hreinsar beint í Grudzinski. Þór síðan frá 90 mínútur konur á klukkuna. Bara viðbáta tíminn eftir. Langur bolti inn á teiginn, Gunnar hikar í markinu. Sindri hins vegar hreinsar þetta frá, Gylfi Brynjar kemur honum á, hérna er ljótt brot en ekki dæmt. Káramenn ennþá með boltan, Marino komin upp í vinstra hornið, Andri stiði við hann. Þeir eru 2 hérna gegn 3. Marino fer á stað og ekkert dæmt hér. Og Marino liggur eftir.
boltinn út af. Já, fín pressa hérna á Gylfa Brynjari. Já, Jón Tómas fær hérna spjaldið fyrir brotið. Marino hins vegar liggur ennþá eftir. Eflaust ósáttur að fá ekki aukaspyrnu dæmda hérna á Stamenkovic, en og Þór tekur þetta innkast hérna. Marino klár, Gylfi orðinn svolítið stífur að sjá í hlaupunum. Marino tilbaka á Andra Júl, hann skiptir yfir á Hákon aðeins fyrir aftan hann, en hann nær honum enga síður. Kemur honum á Eggert Kára. Eggert tilbaka á Sindra sem að kemur svo með hann langan upp í hotni, en þetta fer bara til Brynjars Atla í markinu. Sverrir vinnur þennan skallabolta. Gylfi tilbaka á Eggert Kára sem að fær þarna varamanninn Brynjar Bergmann í bakið. Ekki gott að segja hversu miklu bætt við. Ég myndi að halda 3-4 mínútum. Marino eltir þetta. Marino með fyrirgjöfina og Gylfi Brynjar, honum ekki ætlað að skora í dag. Fyrir opnu marki, nær ekki að stýra þessu á ramman. Radovnikovic nær að fleita þessu áfram. Hákon tekur hann, Grudzinski. Ari. Þetta ekki búið ennþá. Boltinn inn á teginn á fjastungina og þar Róbert. Nær ekki að stýra þessu. Þeir voru þarna 4 á tegnum Víðismenn. Eflaust sárt fyrir Víðismenn ef þeir fá ekkert út úr þessum leik eins og stefnir í akkurat núna. Þarna komnar 4 mínútur fram yfir. Gunnar spyrnir fram. Andri Stamenkovic fór þarna í hann, en Páll Sindri kemur þessu út á Þór. Þór lúðrar þessu hérna upp í vinstra hornið. Brynjar kemur út úr markinu. 4 mínútur komnar fram yfir. Brynjar hreinsar þetta fram á við. Margar bláa treyju núna. Radovnikovic vinnur ennett skallaboltan. Grudzinski fleitir þessu inn á Róbert. Páll Sindri þarf að setja hann út af undir mikilli pressu frá Róberti. Þetta ekki búið? Þetta ekki búið? Kemur væntanlega langt innkast. Að verið hættulegir í þessum innköstum sínum. Langur bolti. Sverrir Mar skallar hann frá. Dómarinn lítur á klukku sína og Stamenkovic spyrnir þessu út fyrir. Nú hlýtur þetta að vera komið. Og hér flautað til leiksloka. Baráttu sigur Káramanna hér á Víðigarði sem að hljóta að vera ósáttir að fá ekkert út úr þessum leik sem að var virkilega góður að þeirra hálfu. Gáfu Káramönnum aldeilis eitthvað til þess að hafa fyrir hlutunum. Byrjaði nú með því að Víðismenn komist yfir með marki Jóns Tómasar á 7. mínútu. Páll Sindri jafnaði á 19. mínútu 1-1, þannig var staðan í hálfleik. Andri Júliusson skoraði síðan úr víti á 79. mínútu og kom Káramönnum yfir. Andri Gíslason hins vegar, markahrókur þeirra Víðismanna, jafnaði metin á 84. mínútu, en 5 mínútum síðar skoraði Andri Júliusson mark sem að á það svo skilið að vera sigurmark. Þetta var stórkostlegt skot með vinstri fæti fyrir utan teig á lofti. Það var bara, hafði allt við sig
En við förum að segja þetta gott hérna á þessu magnaða miðvikudegi hjá okkur og IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Örn Arnarsson heiti ég og hef verið með ykkur þessar 2 beinu útsendingar í dag. Með mér Valgeir Sigurðsson stóð sig eins og hetja. Við þökkum fyrir okkur og minnum á leið leik IA og Selfoss í inkassodeild karla annað kvöld. Útsending hefst klukkan 19:00, leikurinn 19:15. Þangað til munið bara lífið er núna.